Fósturforeldrar þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði og það er hlutverk Barna- og fjölskyldustofu að meta hæfi verðandi fósturforeldra. En hvað felst í því mati á hæfni fósturforeldra? Við matið er horft til almennra krafa sem kveðið er á í barnaverndarlögum. Fósturforeldrar skuli vera í stakk búnir til þess að veita barni trygga umönnun og öryggi og til að mæta þörfum barns sem búið hefur við ótryggar aðstæður eða átt við erfiðleika að etja. Fósturforeldrar þurfa að vera við góða almenna heilsu, búa við stöðugleika auk fjárhagslegs og félagslegs öryggis sem stuðla getur að jákvæðum þroskamöguleikum barns. Það er ekki bara þessar almennu kröfur sem fósturforeldrar þurfa að standast, heldur er einnig kveðið á um hæfi fósturforeldra í reglugerð um fóstur, sem sérstaklega skal lagt mat á í gegnum fósturforeldranámskeiðið. Algengt er að þeir sem sækja um að gerast fósturforeldrar hafi fengið leyfi sem vistforeldrar eða stuðningsfjölskylda áður en sótt er um leyfi til að gerast fósturforeldrar. En ríkari kröfur eru gerðar til fósturforeldra. Í matsferlinu eru almenn viðhorf umsækjanda könnuð, svo sem hvaða væntingar umsækjandi hefur til þess að taka barn í fóstur, reynsla umsækjanda og viðhorf til barna, sérstök áhersla er á hæfni umsækjanda til að geta annast og alið upp barn, koma til móts við þarfir barns og takast á við misfellur í þroskaferli barna, styðja tengsl milli barns og fjölskyldu þess eftir því sem við á, stuðla að því að barn geti myndað traust og varanleg og þroskandi tengsl, eiga samvinnu við barnavernd, kynforeldra og eftir því sem við á aðra sem koma umönnun barns. Ef umsækjendur vilja annast barn sem á við að stríða verulega hegðunarerfiðleika vegna geðrænna, tilfinningalegra og annarra vandamála af því tagi, er gerð sú krafa að umsækjandi sé reiðubúinn að vinna sérstakri umönnun og þjálfun á heimili sínu. Miðað er þá við að fósturforeldrar í því hlutverki búi við frekari reynslu og þekkingu.